Þá tekur næsti máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson. Hæstvirtur forseti, ég held að það sé alveg rétt fyrir okkur að átta okkur á stöðunni eins og hún er í dag. Hún er sú að Hæstiréttur Íslands hefur ógilt kosningarnar sem áttu sér stað í nóvember til þessa stjórnlagaþings. Það þýðir það einfaldlega að það mun ekkert stjórnlagaþing koma saman í febrúar nema að hér verði málið hefjist með einhverjum nýjum hætti. Það er bara staðan. Lögin stjórnlagaþing sem voru samþykkt hér á Alþingi, þau fela það í sér að ágreiningsmál vegna kosninganna átt að fara til Hæstaréttar, til úrskurðar Hæstaréttar. Það var ákvörðun þess meirihluta hér á þingi sem stóð að samþykkt laganna að þannig skyldi með fara. Þannig fór það. Og mér finnst háttvirtir alþingismenn ekki geta gert lítið úr því þegar að sá dómstóll sem fékk þetta verkefni í hendur samkvæmt lögum frá okkur kemst að einhverri niðurstöðu. Þess vegna finnst mér mjög sérkennilegt þegar að bæði hæstvirtur forsætisráðherra og háttvirtur formaður allsherjarnefndar gera því einhvern veginn skóna að Alþingi geti nú með ákvörðun sinni komist einhvern veginn framhjá þessari niðurstöðu Hæstaréttar með því að láta kosninguna standa samt. Með því að láta hana standa samt. Það er eitthvað mjög bogið við þá hugsun og ég bið háttvirta þingmenn að víkja þeirri hugsun frá sér, því til hvers að fela aðila eins og Hæstarétti, æðsta dómstól landsins, að skera úr ágreiningsmál ef Alþingi ætlar svo sjálft að sniðganga þá niðurstöðu sem Hæstiréttur kemst að samkvæmt þeim lögum sem hér hafa verið sett. Þetta skulum við athuga, þetta skulum við hafa í huga. Það hefur ýmislegt komið fram í þessari umræðu. Það var ágætt hjá hæstvirtum innanríkisráðherra Ögmundi Jónassyni að segja oftar en einu sinni að hann vildi virða niðurstöðu Hæstaréttar. Og það er auðvitað það sem við þurfum að gera. Hvort sem einstakir þingmenn hér kunna vera ósammála Hæstarétti það að þetta séu veigamikil atriði sem þarna er skorið úr eða ekki. Niðurstaða Hæstaréttar er ógilding kosninganna. Það er ógilding kosninganna og það stendur. Þannig er það. Hvort sem okkur líkar betur að vera. Framhjá því verður ekki farið. Það eru nokkur atriði sem við þurfum að ræða frekar í þessu. Það eru þetta tæknilegi hlutin. Það er hvað gerist nú. Ef Alþingi tekur ekki einhverjar nýjar ákvarðanir, samþykkir ekki einhver ný lög, þá mun ekkert stjórnlagaþing koma saman. Ég held að það sé alveg klárt. Þannig að þeir hér inni sem eru áhugasamir stjórnlagaþing, þeir þurfa þá að koma með frumvarp sem felur í sér breytingar á eldri stjórnlagaþingslögum með ákvæðum nýjar kosningar, með ákvæðum nýja tímafresti, með ákvæðum nýjan starfstíma stjórnlagaþings og svo framvegis, og með úrbótum á þeim ákvörðum á löggjöfinni sem Hæstiréttur að gera athugasemdir við. Þetta eru atriði sem þeir sem eru áhugasamir stjórnlagaþing verða að hugleiða. Vilji þeir gera þetta? Ég hef ekki farið dult með þá skoðun mína frá upphafi þessa máls að ég hef talið að þetta stjórnlagaþingsmál allt sé einhver tilraunastarfsemi með stjórnarskrána sem ekki er rétt á sér. Ég hef aldrei farið dult með þá skoðun mína í gegnum allan feril þessa máls, bæði á fyrra þingi og svo síðar. Þannig að ekki mun ég hafa frumkvæði að því að það verði komið við nýtt frumvarp til stjórnlagaþings. Og í ljósi þess sem hér hefur verið sagt þá er rétt að ítreka það að afstaða okkar sjálfstæðismanna var sú að styðja þetta mál ekki. Það voru aðrir hér inni
sem tóku ábyrgð á þessari löggjöf og útfærslu hennar. Það voru aðrir sem gerðu það, aðrir sem höfðu frumkvæði að því og aðrir sem báru ábyrgð á því að leiða mál til lykta og þeir auðvitað þurfa núna að horfa í eigin barm. Hins vegar ef við tökum afstöðu til þess hvort við teljum nauðsynlegt að fara nýju í þennan leiðangur, þá verðum við að hafa í huga, sérstaklega þegar hér koma þingmenn með hástemmdar yfirlýsingar lýðræðislega kröfu þjóðarinnar og hvað það nú allt heitir, að það var einungis 1/3 kjósenda, eða rétt rúmlega það, sem sá ástæðu til þess að mæta og kjósa í kosningunni í nóvember.